Ágætu hlustendur, ég vil biðja ykkur að rísa úr sætum og bjóða velkomin mann þjóðarinnar, Hjörvar Hafliðason. Hvort sem að fólk búið að rísa úr fætum eða ekki, þá náttúrulega mættur hér í stúdíóið Hjörvar Hafliðason. Vertu velkomin. Takk fyrir. Hvernig hefur það þennan 5. daginn? Ég er medium rare. Medium rare, það vist besta steikinn. Já. Jú, ætli ég sé ekki bara medium rare líka. Já. Ég allavega ekki veldun. Nei. Það nokkuð ljóst. Hvað hérna, ert þú búin með einhverja góða brandara tengslu við... Herru, það rosalega hátt í rúmum. Já, það var að lækka hérna í hóðunni. Ég skal gera þetta eftir. Ert þú búin einhverja skothelda brandara eitthvað kjötfass dæmið þetta? Með hestakjötið? Já. Nei, ég er ekki komin með neitt góðan. En þú ert með eitthvað? Nei, ég sá bara... Hérna... Ert á Facebook? Nei, ekki núna, nei. Nei. Eða þú ert samt á Facebook. Já, ég kíkja þar inn. Það voru hérna fullt af grínurum með fullt af bröndur og það sko. Já, þetta er veisla fyrir Facebook-grínaran, svona hrossakjöts brandarar. Virkilega góðu brandarar þetta inn. Ég man reyndar engan. Nei, ekki augnablikinu. En þeir voru mjög góðir. Þeir eru samt mjög góðir, þó við munum ekki eftir þeim. Já. En við erum með fanta þátt ykkur í dag, kæru hlustendur. Við fáum góða gesti hér í stúdíóið. Hann er rétt og kominn til okkar, hann Bjössi Tórs leikari. Það er að kíkja henni í heimsókn og svo fáum við líka Ingo Veðuguð. Við ætlum að heyra hans í Tryggva Guðmundsinni eftir að hafa séð og heyrt, komin betur inn á það hér og eftir. Hún er svona hálf sláandi þessi forsíða, það er ekki að segja hana. Já, hún er pínu fyndin. Já, vekur allavega að vakti athygli okkar, vægast sagt. Svo er það Name Drop vikunar sem er nýr dagskrárliður sem að Hjörvar fer í með okkur hér og eftir, sem er virkilega skemmtilegur og já, það segir sér pínu sjálft, það gengur út á Name Drop og við skulum vona að það gangi vel. Svo er það sturlaðar staðreyndir og fleiri fastir liðir, þannig að við verðum með veislu hér handa ykkur í dag eins og alltaf, kæru hlustendur. En hvað er að frétta af hjálpánum mínum? Já, bara óbreytt maður. Já. Er þetta bara, er Groundhog Day í gangi eða? Nei, það er náttúrulega alltaf partí á mér. Já, enda partímaður. Já, enda partímaður. Já. En nei, það er svona bara rólið. En hvað er þetta þér? Ég er alltaf góður. Já, gott að heyra. Alltaf medium rare, þekki það. Gott, þú líka oftast nær léttuljúgur og kátur. Já, eins og Valdibjörn er einmitt sjálfur. En já, það er verið að opna veitingastæður, en hvað orðið var við það? Nei, býtu hvað? Ég held hann heitir Lemon. Lemon? Hefur reynt þetta eitthvað? Lemon. Nei, þú hvað? Þetta er mjög snuð, ég held þetta sé Jón Gunnar Geirdal og einhverjir. Ég veit ekki orðið var við þetta á Facebook eða Twitter eða Instagram eða neitt sko. Þetta er ekki hægt, þetta kemur þetta í kvöld fyrir þetta. Það er að vera að gefa smakk í dag. Þetta var samt í Íslandi í dag. Já, það er eina sem er eftir, það er þetta að koma í kvöldfréttum og 10 fréttum kannski. Já. Ég held að hans ég búin að ná dróða sér í íþróttafréttir. Það var örgulega einhver íþróttamenn sem fengur sér smakka á Lemon. Það voru bara að gefa stráknu það, hann er býstna sigur pluggari en hann Nonni Plugg. Já, Nonni Plugg, sko ef þú þarft að plugga, heyrðu því pluggin. Já, hann er að sanna það hér enn og aftur að hann er meistari í þessu. En varstu búin að sjá þarna fréttina frægir á 365? Nei, við ætlum að fara einmitt yfir það hér aðeins og eftir. Já, þú ert að ræða það aðeins við mig. En áður við fáum Bjössa Tórs og slúður, þá ætlum við að fá hér, Calvin Harris sem er einmitt á leiðin til landsins og það er spurning hvort að hann muni drekka úr flöskunni. Tiny Tempa, ég er að rugla. Calvin Harris er ekki Tiny Tempa að það með honum? Ég veit það ekki, sko. Æ, þú hefði ekki að bjarga með þetta. Jú, ég held samt að þessi Calvin Harris og Tiny Tempa. Þetta er kannski að vonda við að vera með 2 gæði á fertúsaldri og F. Jú, Tiny Tempa en hann er á leiðin til landsins. Óli Geir, ég sá mér þess á Facebookinu Óla Geir daginn. Hann var að tala við hann á Skype. Hversu vel ertu tengdur? Þú ert að tala við Tiny Tempa á Skype. Svona er bara Óli Geir, en talandum, við vorum að tala um að vera á fertúsaldri. Já. Og það eru miklu svalar við verum í Bandaríkjunum, þá verum við in our 30s. Já, okkur erum við á fertúsaldur í Íslandi, in our 30s. Já, við erum ekki að breyta þessu. Jú, breytum þessu. Við ætlum að reyna að breyta þessu, en það er komið að slúðri hér í FM 95 Blö og ég er með ágætis pakkanda í Hjörvar. Ert þú með eitthvað slúður handa mér líka? Nei, ekki nema með aldursmunin á Tryggva Guðmunds. Já, við förum betur í það allt saman á eftir. Ég ætla að byrja að segja þetta frá Madonnu, en hún heldur víst alltaf eitthvað svona Hollywood, eða svona Óskarsverðlaunapartí í kringum Óskarsverðlaunin og þetta... Elton John gera það líka? Já, Elton John líka og þau einmitt voru að rífast einu svona út af partíónu sínum. Já, og hvað er Madonna gömul? Madonna, 20? Já, hún er 53 eða eitthvað held ég. Þannig að við séum Madonna múta. En hún og Demi Moore
voru bestu vinkonur og þær héldu þetta partí saman fyrir 2 árum. Svo í fyrra þá komst Demi Moore ekki að því hún var í meðferð. Svo héldu allir að Demi Moore myndi vera aftur með Madonnu þetta árið. Og byrju, hvað gerðist? Hvað gerðist? Ekki boðið, var ekki eins og á svæðinu. En nei, góðu vinur okkar, Ashton Kutcher var mættur. Nei. Samkvæmt þessu slúðri Madonna í tím Ashton, ekki tím Demi. Jesus Christ. Já, hún er búin að þekkja hana miklu lengur. Miklu lengur, en hún segir hér að hún var spurð út í þetta af einhverju slúðublaði. Þá segir hún bara Ashton Kutcher er svo skemmtilegur og sætur og hann smittar frá sér svo mikil jákvæðni að ég gat ekki hugsa mér Óskarsverðlaunapartí án þess að hafa hann. Positive energy. Já, svo hann smittar frá sér. Þetta er bara gæi okkar aldrei, þetta sem bætur 78 eitthvað sluð, sko. Já, 2 árum eldri en við. Og svo er það Arnold Schwarzenegger, hann er byrjað að deyta. Hann er farin að deyta aftur. Og það er nú ekki rætt hvaða konu hann var að fara á stefnumót með. En við vitum það þegar Arnold Schwarzenegger byrjar að deyta þá er yfirleitt dýrari típan því að þú veist hann kom hérna sem fátæklingu til Bandaríkjanna frá Austurríki og fór beint inn í Kennedy-fjölskylduna. Og það þykir sko það harðast í bransanum. Já, og ég var að heyra það, ég er ekki með það slúður. Ég heyrði gott slúður af Arnold Schwarzenegger með Playgirl-blaðið. Hefur þú heyrt það? Jú. Já, segðu hlustandi frá. Hann ætlaði einu svona að vera í Playgirl. Já, sem er eins og Playboy. Já, sem er svona klámblað fyrir konur. Já. Hann var sem sagt búinn að pródúsera einhverja tökur af sig á sem sagt nögtum. Já. Og á tippinu, þú getur alveg sagt. Á tippinu, já. En Maria Shriver tók þetta sem er sem sagt Kennedy og hún sagði bara, heyrðu, þú verður aldrei kvikmyndastjarna ef þú gerir þetta. Þannig að hún bjargaði honum úr þessu og hann þurfti að borga einhverja $20,000 til að losna undan. Fela þetta. Já, og þetta fór aldrei í blöðin. Þetta fór aldrei í blöðin. Hann hefði aldrei ekki orðið fylkistjóri eða ríkistjóri ef þetta væri til, held ég. Þannig að hún bjargaði honum þar. Maður verður rosalega lítið var við Playgirl á Íslandi. Já, er það vinsælt úti eða? Ég veit það ekki. Nei, þú verður líka ekkert mikið var við Playboy á Íslandi heldur. Nei, reyndar. Ok. Svo ætla ég enda hér á slúðri sem að ég var gríðalánað með, en það er að koma einn áttur í viðbót með David Brent, vinn okkar, úr The Office. Já, sem eru líklega, alltaf ekki finnustu sjónvarpsþættir allra tíma. Já, Bresk Office er sennilega besta sem ég séð. Já. Og hann ætlar að fara í gerfið einu sinni enn og er að fara að gera eitthvað grínað Simon Cowell samkvæmt The Sun. Og hann vera svona umbóðsmaður að reyna að miðla reynslu sinni úr tónlistinni. Ég lofaði að vera fyndið. Ég heyri bara þetta. Hann gerði þarna extra stættina. Er hann þá ekki að leika eitthvað svona struggling aktor eða struggling leikara? Jú, í þeim þáttum, sko. Það var ekki alveg... Mér finnst það samt alveg skemmtilegt. Það var fínt, sko. Já, en það var ekkert í líkingu í Office. Nei. Þetta var slúðurpakki dagsins. Áttu eitthvað, þú ert ekki með neitt aukulega handa okkur. Ég hefði reynda að geta sagt líka, Game of Thrones er downloadast í þáttur allra tíma. Og leikstjórinn er stoltur að því, en ekki svektur. Nei, ég hef ekki neitt andað, sko. Nei, þá skulum við bara fá Philips og svo er það Bjössi Tórs sem ætlar að kíkja hérna í spjaldil okkar. Sá frækni leikari. Setur upptöku í gang og postar þínu Harlem Shake myndbandi á Facebook síðu FM 957. FM 957 og Stimról veluna besta myndbandi. Það er aðeins ein regla. Stimról þarf að koma með einhverjum hætti fram í myndbandinu. Leikstjóri flottasta myndbandsins fær að launum glæsilega Samsung NX100 myndavél frá Ormson Lámúla 8. Og allir sem koma að myndbandsgerðinni fá byrðir af Stimról tyggjó fyrir utan þá frábæru skemmtun sem þetta verður og Prins Polo í kaupæti. Fáðu þér Stimról tyggjó og komdu í Harlem Shake. Fylgstu með á Facebook og FM 957. Er ekki komin tími á smá ferskleika í lífið þitt? Veldu Stimról tyggjó. Núna í bókum. Samsung NX100 með skiptanlegri linsu, ein af frábærum Samsung myndavélum. Samsung setri, síðumúla 9. Er of dimmt fyrir þinn smekk? Það er birta í næsta sólskíli. Kynntu þér málið á solskili.is. Orkusalan. Við seljum rafmagn. Vertu á verði. Taktu myndir af verðhækkunum með farsímanum og sendu á vertuáverði.is. Stöndum saman og rjúfum vítarhing verðbólgunar. Samiðum. Allar milljónir eiga skilið að vera í Eurojackpot. Nú stefnir potturinn í 2.837 milljónir. Eurojackpot. Föstudagur til fjár. Nú er góður dagur til að fylla á tankinn. Það er 8 króna afsláttur af eldsneytislítranum á N1 allt land fyrir N1 korthafa. N1. Meira í leiðinni. Frá þeim sömu og færð okkur hangover kemur partymynd ársins 21 and over. Get
down immediately. What are you doing, sir? I think he's getting... Drepfyndin mynd sem þú vilt ekki missa af sín 1. mars. Í Kringlunni færðu allt fyrir ferminguna. Fatnaðinn, gjafirnar, veitingarnar, skreytingarnar og margt fleira. Úrvalið endalaust. Kringlan, opið til 9 í kvöld. FM 95 Blö á FM 957. Hversu gott brúnt karamellunissa? Húðflúraði flóðhest hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtarsmar á 1. Þeir að hlusta hér á FM 95 Blöð. Við Hjörvar komni með góðan gest í stúdíu. Hann heitir Björn Nói Thors. Kallaði Bjössi Thors, verður velkominn. Takk. Hvað segir þú í dag? Jú, mest að vera. Stórleikarinn. Þú kynniði sem stórleikar eða ekki? Jú, alltaf. Já. Stórleikarinn.is Svona hinn íslenski Anthony Hopkins. Nei, það? Er það ekki stórleikari? Já, ef hann væri hann eldri kannski. Ekki aðeins yfir strikið? Jú, en þú veist... Hvað er hann á nýræðisaldri? Já, en ég að vera þessi svona í hópi stórleikara sko. Hann ekki stór. Hann er ekki lág sinn. Hefur þið hitt Sir Anthony Hopkins? Nei, þetta ekki. Nei, en er þetta ekki svona frekar okkar Ryan Gosling eða eitthvað svona? Já, Aston Kutcher. Aston Kutcher, það reyndar ekkert svo ólíkur Aston Kutcher þegar þú segir það. Ég veit. Þú ert svona FM legend út af Kenneth Mána. Ef þú myndir hitta okkar hlustendur, þá myndir þau koma og segja, hei, hvað er þið Kenneth Mána? Já. Ég skal gera það setna. Já. Farðið inn á stórleikari.is og það var vídeoskets að það voru fangað á þetta neginn. Svo leið sko. En varst að fá það þegar vaktin var? Varst að fá mikið Kenneth Mána? Já. Hefur þið tekið hann eftir pöntunni? Nei. Það er svona svolítið skuggastræti sem maður vill ekki alveg fara inn í sko. Nei. Já, fara á svona mæta á árshátíðir og einhvern veginn sem og svona vera og hann mættur þetta til okkar Kenneth Máni. Ég hef ekki mikið gert það. Nei, það er minna. Það er minna því. En er ekki alltaf nóg að gera? Jú, það er alltaf nóg að gera. Hvernig ertu, eins og núna, það er að vera að fara frum sinna bíómynd helgina og á morgun sem við ætlum að ræða hans betur hér eftir örskamastund. En ertu líka á fullu í leikhúsinu? Sko, ég var að klára Macbeth í Þjóðleikhúsinu. Það er eitthvað sem að við hlustundur FM þekkja. Ég er vel meðvitaður það. En við kláruðum sem sagt Macbeth í janúar. Hvort sem við sáum það ekki? Hvort sem að þið sáum það, hvort sem þið hafði áhuga á Shakespeare eða ekki. Það var enda það stykki sem ég sá, ok. Ég sá það stykki. Þú sást Macbeth? Já, ok. Mér er þetta mjög töff hjá þér, Hjörvar. Það er að vera að ræða svona leikandi svona Macbeth og svona, kalla þetta stykki. Það er vel gert þér. Kalla þetta stykki, sko. Þetta er fagmannlega. Ok, Macbeth, já. Já, Macbeth. Macbeth var nú svona síðasta frumsýning minn í leikhúsinu á árunu. Svo er ég bara búin að vera með bíófrumsýningar í lange banir núna. Já, ok. Hvort finnst þið skemmtilegra? Þessi er góð. Já, og aldrei verið spurður. Ég hef aldrei velt. Þú getur alveg svarað þessu. Á hverju ertu ekki bara hreinskilin með þetta, Bjössi? Þið finnst skemmtilega að leika í bíó, eða ekki? Já, þetta er svona klísju spurning. Allra leika, það er alltaf bara... Já, hvort er skemmtilega að segja þig? Það er gert grína þessi í bransanum. Var í viðtal. Já, okkur svona búbum. Og hvort þessi skemmtilega? Heyrðu, býtu. Það er svo, og þá kemur maður svona opið svar og segir, það er bara svo ólíkt. Já, sem er ömulegt svar. Það er svona svolítið standard svar, skilur við. En það er samt leiðilegt svar. Já. Þannig að þegar þú hittir listavinni þinn í kvöld. Listavinni mína. Já, þið fáu ykkur kannski einn kaldan, 50 dagur. 1 rauðvínsglas og baguette. Já, 1 rauðvínsglas. Og þeir spyrja þig, hvernig var dagurinn? Já, bara usual, same old. Þá segi, vitið ykkur Auðun Blöndal og þeir hrist allir hausinn, byrju, Já, þarna FM 95 Blöð, já, varstu ég á honum? Jú, og hvað var rætt? Nú, hvað heldur þú? Kenneth Mána og hvort er skemmtilegra að vera á sviði eða í bíómyndum? Já, þá taka þessu Rauðvínsglas útvarsfólk. En það er bíómynd sem að kemur í kvikmyndahúsum helgina. Já, hún er frumsýnd í kvöld. Já, og heitir það, þetta reddast eða ekki? Já. Hvenær var hún tekin upp? Þetta er búið að vera löng meðganga, sko. Já. Já, við byrjuðum fyrir nokkrum árum og... Nokkrum árum? Nokkrum árum að undirbúa myndina með svona spunavinnu og búið að vera svona dúllast við þetta. Dálítinn tíma áður fórum í tökur. Já. Og tökum hann á dálítið löngu tíðanböli og svo hefur hún verið í klippingu í, þú veist, nokkur ár líka, eða eftirvinnslu. Já, ok. Þannig að þetta er orðið sko verkefni sem að búið að taka svona, þetta er 5 ára bogi.
Er þetta comedy? Ég myndi segja þetta væri svona tragikomedía. Já. Tragikomedía. Það sko, hún létt og skemmtileg, en svo svona alvarlegur undirtón. Þyngri tónninni, svona svolítið raunveruleikinn. Getur eitthvað satt með plotið eða? Já, þetta fjallar blaðamann sem eiginlega bara að rústa lífi sínu. Já, fyllibita eða? Það reyndar svona rauns að ég nú unnið á blaðið og það rosalega mikið af mönnum sem var gaman að fá sér að vinna á dagtablu. Sko, ég veit ekki hvort þetta eigi eitthvað meira við blaðamenn eða aðra stéttir. Ég þekki það eins og leikhúsinu líka. Ég held að sko... Þekki þetta út úr útvarpinu? Ég held nefnilega útvarpsmenn séu þarna líka. Þetta svona svolítið... þetta ekki dálítið landlægt? Þetta ekki dálítið bara þjóðarsending? Það svona gert góðlegt grín að þessu og farið á svona myrkari staði sko hjá karaternum en í grunn til þetta. En þú ert þetta í aðalhutverki, ekki? Það. Já. Jó, ég leik þennan blessa ógæfu saman blaðamann. Er þetta ógæfu maður sem svona sjálfum sér vestur eða hann að... Sjálfum glaður, myndi ég segja. Sjálfum sér vestur, algjörlega. Ertu að leika svolítið sjálfa þig? Það ástæði fyrir að ég er að leika þessu röllu. Ég er að kasta bara, þetta bara algjör tæpkast. Maður með líf sitt í algjörri rúst. En það svo dægilegt, ef þú ert methodleikari, tölum við hann. Munið eftir honum, hann var heldur fyndinn. Þú ert að koma þér í karakter og svona, methodleikari, ástu mín, þú sér mig ekki núna í 3 vikur. Nei, mitt. Það var að fá mér. En ekki gaman eins og núna fyrir þig að röltum Breiðholtið að sjá myndaður framan á bíónu? Já, mitt. Það ekki lútið gaman? Risa myndaður utan sambíónu. Þú ert að horfa hérna á Facebook síðan okkar. Þetta reddast. Jú, það skemmtilegt sko. Það skemmtilegt. Ég veit ekki. Þú lætur samt eins og þetta sá þetta fyrsta síðan. Það skemmtilegt, en það allavega plakatið að mér. Út allan bæ, sko. Á strætóskýlum. Hver eru fleiri með þér í myndinni? Búin að vera utan á allir strætóskýlum í allan vetur. Þjóðleikhúsið fór í svakalega markasetningu Macbeth. Þar var mér smurt á strætóskýlum í bænum. Svo kemur þetta í kjölfarið. Þetta er erfitt líf. Þetta er svo mikið áreiti. Þetta er svo erfitt vinna. Hver eru fleiri með þér í myndinni? Þetta er lítill leikhópur en svaðarlega traustur. Jón Páll Eyjálsson og Maríanna Klara Lúðsdóttir og Guðrún Bjarnadóttir, svo Ingvar Sig og landslið og Edda Björgvins og fleiri. Dóri Gylfa. Sterka innkomið þarna. Dóri Gylfa er eiginlega að breyta mér upp á leikur. Ég hef búin að segja hann oft. Mér finnst hann alltaf góður. Hann er solid sko. Hann er frábær í þessari mynd. Hann er að leika mann sem er eiginlega hrikalega leiðilegur en gerir það svo vel. Hann verður svo skemmtilegur fyrir vikið. Hann er komik nefnilega. Getur verið að sko leika fólk sem er leiðilegt og það verður svo fyndið. Þetta er nefnilega sko kontrastarnir í lífinu. Já, það er þægilegt. En hvað er svo næst hjá þér? Ég er að fara að leika í annari mynd. Ásteinn Gunnar er að fara að gera mynd fyrir vestan sem gerði á annan veg. Já. Annan veg, kannski sá hann ekki heldur. Já, akkurat. Við erum að fara að gera mynd fyrir vestan. Svo ætlum við að gera aðra. Svo ég og Börgur Sigþórsson, félagi minn, ætlum að gera mynd í haust. Nóa bíó framöndan. En hvernig á að gera einhver svona college mynd íslenska svona sem gerist í menntaskóla og eitthvað hannig? Er það ekki? Þarþess. Já, er það ekki? Nei, ég veit það ekki. Ég veit það ekki. Er ekki nóg að þeim? Er þú þetta bara? Já, mér er alltaf langar til að gera slíka myndin. Getur leikið mann sem að... Ég nú lesið, þegar að segja, ég nú lesið íslenskt handrit sem er svona svoleiðs mynd, sko. Svona sprottin upp svona bandarískum bíó, raunveruleika einhverjum. Svona gerð íslensk mynd sem að, handrit íslenska mynd sem að var svona svolítið elda það. Það var ekki gott? Já, það var ágætt, sko. Ég held að sé nú bara einhverjum prosess að reyna að fjármagna það. En hvernig með íslenska leikar eins og þig? Nú ertu, ég held ég geti farið svo langt að kalla það einna heitasta leikara Íslands. Ertu að fá handrit send heim til þín, svona eins og gerist í Hollywood? Já, svoleiðis. Já. Það er þannig sem þetta virkar. Já, þannig að þú ert að velja og hafna og skoða. Já, þetta. Það gerist mest á netinu. Já, ok. Það er ekki mikið að útbrent, sko. En, jú, það er svoleiðis. Og er ég að fara að hlægja á þessari mynd? Ég þekki því ekki nóg vel til að segja þetta. Jú, þetta er mjög fyndið, þetta er mjög skemmtileg mynd. Eins og ég segi, þetta er svört komedía. Þannig að á öllu þeim skrýningum sem ég hef setið á henni, þá hleyði mikið. Ég hló upp átt með þess að mér finnst hún skemmtileg. Já, við hvetjum alla til að kíkja á hana. Hún heitir Þetta reddast og er frumsýnd í kvöld. Það er að tala um að hlæja upp átt, ekki svona Nei, bara láta heyri í sér. Já, hlegið, skilur. Hlegið, alvöru látur. Ertu búin að fara á Lemon? Ertu búin að kíkja?
Heyrðu, ég hef ekki komist. Nei, ok. Ég bara er á leiðinni. Hefur það ekki tengið að heyra það frá vinniðinum? Jú, ég var að tala við hann á hann og hann dró mig. Á að geta að fara að kíkja? Á að geta að fara að kíkja. Já, en við óskuðum til hamingju með myndina, Bjössi, og hlakka til að sjá. Takk fyrir. Myndin þetta reddast og hvet ég alla til þess að kíkja á hana frumsýnd í kvöld og já, að gera, að skella sig. Hún samt fer í sýningar á morgun, eða ekki fyrir? Fer í sýningar á morgun. Já, þetta bara þú og vinurinn í kvöld að skála eitthvað. Trailerinn inn á netinu, kíkja á hann. Já, að gera, tjekka á því. Við skulum fá hér smá Florence and the Machine og, já, Calvin Harris. Florence and the Machine. Þakkum Bjössa aftur kjærlega fyrir komuna. Nettur drengur þar á ferð og hvetjum allar til að kíkja á myndina. Hér rétt handa á hotnið við ætlum að ringi í Tryggva Guðmunds eftir örskamma stund og ræða hans við hann Fossíðu séð og heyrt. Já. Hann þar, já, fremstur í flokki. Já, langfremstur. Ræðum það betur hér og eftir, svo erum við líka með nýjan dagskrálið sem að heitir Name Drop vikunar. Sturla staðrendir og fleira, en ég fekk spurningu í gær, Hjöpi, sem ég ætlaði að spyrja þig. Og líka segja kannski svarið mitt. Ég var spurður hvaða sjónvarpsseríur hefur séð alla þættina af? Og það er svona alla þættina sem hafa komið út í einhverju seríum, hvort sem þeir eru ennþá í gangi eða búnar. Vá. Það fyrsta sem kemur í hugan er Sopranos. Já, ég hef maður að sé alla þættina þar. Já, ég held þessi mér sem bara oftar en einu sinni alla. Það voru þættir á Skjá einum í Kanada sem hétu Son of the Beach. Son of a Beach. Já, sem var svona grín af strandvörðum. Já. Svona gæi í ömulegu formi sem var að berga fólki á strönd. Það var mjög fyndið þettir. Sér þá alla. Og þeir voru reyndir ekki sérstaklega vinsalir. Kannast allavega við þetta. Bresk Office. Já. Það hef ég hort margóft á. Hefur ekki séð alla Friends? Nei. Ekki? Nei, ég er svona dattaðins út þegar að fór að líða á þetta. Já, ok. Ég er svona minkaði, þú veist, því að Joey var alltaf eins og hún hana Phoebe var alltaf eins. En þeir tóku samt svona, sko, þeir tóku sína rispur. Fyrst var Chandler fyrstur, fyndnastur. Svo var Joey fyndnastur og svo var Ross fyndnastur. Svona fyrir Friends aðdæmandur, allar eins og mig, þá fannst mér það svona þróunin. Var ekki Phoebe oft fyndin? Jó, Phoebe, það voru náttúrulega allir fyndnir. Það er rosalega ótrúð hvað fólk ríkalega vel að sér í Friends fræðun. Já. Einhvern tíma spilaði eitthvað Friends spil og það er bara vissu allir hvað allir gerðu og héttu og hafði einhvern tíma gerð, sko. Ég held að séu flestir mér sem eru að hlusta núna sem hafa séð alla Friends þættina. Herru, ég var á tíma, sko, svona, kannski á svona 30 ára kafla sá ég hvern einasta Bold and the Beautiful þátt. Nei. Jú, ég var mjög gáðan að þessu. Í alvörunni? Já, ég lagði mig oft yfir þessu. Já, vá, rosalega skemmtilegt. Nei, ég var svona að dotta yfir þessu. Já. Svo svolítið magnað að sko, þetta fjallar Forrester Brooke og Taylor. Já, voru að rífast um Rich, eða ekki? Jó, það er Erik Forrester sem er pappina af henni, hvernig það er. Hann á Rich Forrester. Já. Og þeir eru með eitthvað tískuhús. Já. Og Rich tók Erik tók upprænanlega Brooke frá Rich, en hún er aftur komin í Rich núna. Og svo er einn sem heitir Taylor. Já, dökkar það. Já, þær tvær eru búin að rífast um Rich í mörg ár. Já. Svo er ég á stigavelni eða eitthvað í sporthúsunum daginn. Sér svona út undan mér. Þar er Brooke einhvers staðar einhverju fjöru eða eitthvað. Ok. Það er eitthvað búið að gerast í þessu þáttum sem var forvitnilegt að vita hvað hefði gerst. Já, þannig að fjallar þetta ekki lengur að Brooke og Taylor eru að rífast um Rich? Já, hún var hann á einhverju strönd allavega í einhverju tómu rugli. Þeir hafa kannski fatta það eftir 15 ára að fá nýja skrifara. Bara svona, herðu, en að djúsa þetta eins og uppstrákar. Nýja handisöfunda, já, getur verið. Maður sá náttúrulega líka mikið að Neighbors. Já, maður var alveg, en ég er að tala um svona alla þætti, maður sá ekki alla Neighbors. Alla þætti, nei, Entourage, ég sé alla þættina því. Ég er nefnilega ekki nú dúllur í, sko. Nei, ég sé alla King of Queens líka, ég elska þá, Doug Heffernan, ég get óskað sem verið bróðið minn. Ég er svona reyndar, ég þátt að sjúklingu, sko, ég elska að horfa á þætti fyrir svefnin. Já, ég er alltaf látið við þetta, en ég kannski bara ég að Sopranos svona... Sé þitt kaffi, þegar kemur að þessu? Það er mitt kaffi, sko. Já, við ætlum að fara hér... Mikið hlakkaði til að hlusta á Tryggva Guðmundsson eftir. Já, við ætlum að heyra í Tryggva, það kemur ekkert óvart þannig að ég er reiður Fossíðan á... Það er ekki stríðum, sko. Jó, stríðum honum aðeins, það er ekki annað hægt. Við skulum fá örstuð skilabóð, svo ringjum við Tryggva Guðmunds og já, stríðum honum aðeins og Fossíðu séð og heyrst í dag. Í Kringlunni færðu allt fyrir ferminguna. Fatnaðinn, gjafirnar, veitingarnar, skreytingarnar og margt fleira. Úrvalið er endalaust. Kringlan, opið til 9 í kvöld. Mið Ísland í samvinnu við Doritos og Bola kynnir uppistandsýninguna í kjallaranum. Miðasala á miði.is. Boli, léttöl.
Samfilm kynnir Beautiful Creatures, byggð á metsölubókunum Lenu sem býr yfir yfirnáttúrulegum kröftum. Loving this boy puts you in terrible danger. Jeremy Irons, Viola Davis og Emma Thompson. I'm gonna be claimed for the dark no matter what. Beautiful Creatures, komin í bíó. Músíktilraunir 2013 verða haldnar í Hörpunni í boði ITR, Senu og Icelandair. Skráning í gangi á músíktilraunir.is. Happy Hour á Lebowski Bar alla daga vikunar, milli 16 og 19. Lebowski Bar. Opið til 21 í kvöld. Sjáumst, Smáralind. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Á FM 957. Hversu gott er grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtarsmar á 1. Ötti Blö og Hjöppi K í FM 95 Blö. Hér á FM 95 Blö. Ég veit alveg að þið vitið að þið eruð að hlusta FM 95 Blö en það þarf stundu bara að segja eitthvað til að opna þessar innkomur. Við sitjum hér, ég og Hjörvar Hafliðarsson og ég held hér á Séð og Heyrt. Sem er mitt uppáhaldsblað. Já, þetta er okkar biblía og já, forsíðan, við verðum eiginlega að gefa TG9 hana. Hana. Tryggvi Guðmunds á forsíðuna. Þar stendur bolta ást. Tryggvi Guðmunds og Kristín Erna skráði í samband, 17 ára aldursmunur og það er risa mynda Tryggva. Svo inn í svona litlum hring er mynda kærustun hans sem væri nú ekki frásögufærandi nema þau eru búin að taka hann einhverja mynda henni frá því hún var 14 ára á Tommamóti í Vestmannaeyjum held ég. Hvaða mynd er þetta? Þetta er, mynd bara frá henni svona 12-13 ára gömul. Já, þannig að, þú veist, og fyrir þá sem að þekki ekki Tryggva eða bara sjá blaðið, þá er svo Tryggvi sé farin að versla bara í Barnalandi. Og líka fundur svona mynd af Tryggva sem hann er skamall og hættir, sko. Já, hann er alveg vel sköllóttur á henni og hann reynda brosir á henni og Tryggvi er alltaf myndalögur. En þetta er skelfilegt. Þetta er ekki alveg nógu gott. Nei, því að ég er ekki að fýblast með það kemur ekki á orð þessi mynd er tekin á Tommamóti. Þetta er á Pæjumótinu, á Pæjumótinu þá, já, í Vestmannum. Hún er þarna hlaupandum og, já, er svona 13 ára og ef við ekki bara hringja í Tryggva Guðmunds. Jó, sko, hún til hann ekki með þetta, það er ekki það. Já, þú vilt fara, taka þann bólinn í hæðina, heldur hann sé ekki ósáttur með þetta? Já, halló. Er það Tryggvi Guðmundsson? Yes. Sæll og blessaður, þú ert hérna í beinni útsendingu hjá FM 95 Blö. Já, takk fyrir það, maður. Ég ætlaði að spyrja það svona eins út í forsíðun og Séð og Heyrt í dag. Heyrðu, já, mér var bent á að ég væri þar ásamt kærustu. Ertu búinn að sjá forsíðuna? Já, hún er ekkert til að rópa úr að veri, sko. Nei, þú ert ekki ánægður með hana? Nei, ég veit ekki hvort þetta sé viljandi gert eða bara léleg vinnubröð. En byrju, herri, ég er nú með smá surprise þetta fyrir þig, Tryggvi. Það veit þú skemmtilegt til að ég er með kærustuna hérna á hinni línni. Halló, ertu þarna, Kristín? Tyggi. Ertu að reyna að segja Tryggvi? Tryggvi. Það er svo gaman að heyri inn alltaf. Nei, ok. Við urðum nú aðeins að stríða. Við vorum að ræða hérna þessa forsíðu. Þetta er ekki, hvað er hún gömul á þessari mynd? Það sé ekki 16 ára á þessari mynd. Nú, já, nær því. Ég held það, og svo er hún greppin líka, þannig að ég hef nú ekki heyrt í henni, en hún getur nú allavega verið hrifin af þessum vinnubröðum, held ég. Nei, þetta er pínu fyndi, en það er svona virðist vera svona eins og sé einhver svona illkvitni þarna á bakvið þetta. Ég vil ekki dæma fólk. Er ekki til fullt að myndum að ykkur saman, eða? Það lítur að vera. Þið hljótu nú að kíkt saman á Lemon, fjandinn hafa það, hafi ekki allir verið þáka? Já, ég er reyndar búinn að fara Lemon eða ekki hún, en það hefði nú alveg verið hægt að splæsa að einhverjum betri myndum af okkur, held ég, sko. Já, það er nú ekki eins og þetta hún sé eitthvað ungi, hún sé jafngömmul konunni sem var á Óskarsverðlaunum núna á mánudaginn, þannig að þetta er ekki núlingur. Hvað er hún, 22 ára? Hún verður 22 ára ári. Það var líka gaman að segja frá því að inn í blaðinu er einmitt fréttum Fjölni Tattoo og barnið sem hann var að eiga með kærustunni sinni. Hann er 48 og hún er 21. Það er enn meiri munur. Ég var ekki breyki hann. En Tryggvi voru átt á... Þú ert ekki að vera að byrja við aðra. En Tryggvi, þú voru átt á því að þú ert ekki í þessum svona innhópi
Þannig að það allt í lagi að traðka á þér og stíga aðeins á þig. Ég í þeim hópi? Já, ef þú væri einhver listamaður, kynir eitthvað að teikna, að syngja eitthvað, þá mættur eiga kærut sem var 70 árum yngri en þú, sko. Ég sett að segja sér rusklhópi á samt? Nei, já, þú ert bara svona, þú veist... Bara fótboltamaður og svona, þannig að þá allt í lagi að rauna við þig. Maður kom með breytt bakk. Er hún ennþá? Herðu, við þurfum að heilsa og við ætlum bara svona aðeins að ræða þetta við. Kikki, hvað var að borða eitthvað? Get ég fengið henni stappaðan fisk? Hvað borða svona krakkar? Er það stappaðan fiskur eða? Það bara misjafna. Og er það mikil tómatsósa eða það? Góður. Góður. Þetta reyna að byrja meira, greið. Ég er að stríða, Tryggvi. Þú veist að ég pirrast ekkert. Nei, ég veit. Ég er svo blíður. Þú ert svo blíður. Þú stendur með Fylki í sumar. Þú erum í bandi. Ég vil fælska. Bæ. Hann svona, maður heyrði á hann ekkert allt orð hess. Nei, þetta var fyndið. Það er líka svo ógeðslega fyndið að hér er einhver tattoo-sérfræðingur. En hann má alveg eiga eina sem er 30 árum yngri og ekkert bögg. Já, ekkert minnst á það. Já, það er svo þægilegt að vera í einhvern svona innhóp. Við skáum við, svo ert Hugleikur Dagsson, þá máttu gera grín af öllum viðbjóðu á landinu. En svo ef þú ert ekki í þessum innhóp, þá máttu ekki segja neitt. Já, eru við í þessum innhóp? Nei, þú eru drepin og segir eitthvað. Þið eru að hlusta hér á Ödd og Hjörvar og vonandi gerir það alveg til 6 í dag. Þá hættum við, en það er komið að nýjum dagskrálið, Hjöpi. Já. Sem að heitir Name Drop. Já, ég ætla að reyna að segja eins mörg fræg íslensk nöfn eins og hægt í einu símtali. Já, það eru rosalega margir sem að eiga það til að name droppa eins og það kallast, við fáum að sletta eins. Já. Og það gengur út á að segja svona fræg nöfn í, en þú ert samt ekki að fara að segja neina sögu það? Nei, ég fekk þessu hugmyndið með Eiðsmára á hann, sko. Já. Ég var hringd í Eið, sko. Já. Svo var Heiðar Helgu eitthvað þarna með okkur og var eitthvað að fókast í okkur og svo kom hann Áski Sigurvins og vildi fá að vera með í þessari hugmynd líka, sko. Já, ok, ég ætla bara, þú sér alfar þetta. Ég ætla bara að reyna að koma einu sem flestu nöfnum eins og ég get. Lögðursvöldum, góðan dag. Já, góðan daginn. Heyrðu, get ég talað við Unnstein eða Loga í Rektor Stefson? Það er þetta ásáttíð sem að Sim og Jó er að halda helginni. Ég held að Ödd og Sveppi séu veislustjórar. Og ég veit ekki betur en að María Birta og Ragnhildur Steinun ætla að vera með eitthvað grín líka. Svo er ég búin að... sko, af því að ég kom ekki í Jón... Ég er hringin í Lögðursvöld. Ég var búin að tala við Jón Gunnar á Lemon og DJ Margir. Voru búin að tala um það að bæði Edda Garðars og Dóra María. Og að ég held Margrét Lára. Að þær ætla að vera með eitthvað sko spaug tengt einhverju og ég hef búin að eins og Valtýr Björn Gummi Ben og Hötti Magg voru búin að tala um að þetta veri eitthvað byrja á einhverju gríni sko og svo var náttúrulega eins og Guðrún Gunnars og Hannes Trommari þau ætlaðu reyndar að líka að kíkja á Gunni í GK og Arnargöti. Ég get ekki gefið samband Nei, ég veit það en málið það að Dóra taka fúsa ætlaði að koma og kíkja á staðinn og ég var að vonast til að Heiða í Unnun og Inga Lind myndi líka að tjekka. Já. Af því að sko, þegar Klara í Idol ætlaði að syngja fyrir okkur. Klara sem núna er í Charlies með Steinunni. Steinu Kamilinu, þú þekkir þetta. Þannig að og Sigga Lund var líka búin að búa að koma sína. Þannig að eins og ég segir sko. Þetta snýst bara allt um það hvort að Hemmi Gunn og Raggi Bjarnar geti mætt. Þú verður að hringja í þau af því að ég ekki minni símanúmeri á þeim nefnilega. Ok, en hvað með Björn Toss og hvað heitir hann aftur? Hvað heitir hann aftur þarna? Vesturpólska einanda sem ætlaði að mæta? Það veit ég ekki, ég hef ekki heyrt neitt um þetta nefnilega. Já, Björn Hlynur, ætlaði hann ekki að vera þarna? Ég hef ekki heyrt þetta nefnilega nefnt, sko, ég bara veit Ekki með Björn Hlyn? Hæ? Ok, heyrðu, en ég ætla að reyna að finna Unnstein og Loga. Já, gerðu það. Ok, og ég heyru kannski aftur í þér. En er Hemmi Gunn þarna? Nei, ekki að sé þann. Ok, heyrðu, hvað segir hún að hringi með og sér það? Já, ég fer mjög fljótlega nefnilega. Ok, heyrðu, þá bara hringi ég aftur. Ok, bye. Takk, bye. Þú komst okkur nöfnum nöfnum. Þetta voru, hvað ætla ég að ná mörgum nöfnum? Já, 30-40 nöfnum. Ég hlýti á hann á fleirum. Ég er ekki sáttu fyrir næ svona 70. Hún var þolinmóð. Hún gríðarlega þolinmóð. Eftir hverju var hún að bíða? Ég náði því ekki alveg. Ég held kannski að hún var mjög róleg og bara þægileg. Já, hún verðist að vera að vinna þarna á landsþinginu. Já, ég meina, og þú heyrið á henni, hún þekkir alla. Já, hún þekkti þetta allt saman. Þetta var Name Drop vikunar og ég hefði gaman að. Þetta er Ingo hérna. Ég er ekki með gítarinn á mér akkurat núna en ég verð með hann í kvöld. Hvar? Jú, á Austur, nýri bæ.
þar verður þvílík stemming, allir í stuði, endilega dettiðin byggðum nokkur óskalög, viðugvöldin vera á kantinum með bassan og bongotrommunar, séu ykkur þar. Túborg kynnir kreppukvöld á Bar 11 í kvöld. Heimir Clemens og Dusty Miller koma fram. Bjór á 4,50 og skot á 4,50. Túborg og Bar 11 fyrir fólkið í landinu. Áttu eftir að redda kvöldmandum. Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Byrjaðu í CrossFit. Grunnnámskeið á aðeins 12.990 krónur. CrossFit Kraftur. Suðurlandsbraut 6B. Stærsti leikur ársins í spænska boltanum. El Clasico. Bestu knattspyrnumenn heims leggja allt í sölurnar. Lionel Messi gegn Cristiano Ronaldo. Dramatík, spenna og blóðugt stríð. Barcelona, Real Madrid á laugardag klukkan 14:45. Stöð 2 Sport. Besta sætið. Í Kringlunni færðu allt fyrir ferminguna. Fatnaðinn, gjafirnar, veitingarnar, skreytingarnar og margt fleira. Úrvalið er endalaust. Kringlan, opið til 9 í kvöld. Þú ert að hlusta á FM 95 Blöð. Hversu gott er blátt hrísskúlunissa? Temdu apa hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtarsmar á 1. Topp tónlistarstöðin. Pitbull og Christina Aguilera með lagið Feel This Moment. Ágætislag hér að ferð. Það er komið að flottilagkeppninni hér hjá okkur Hjöppa og hún er sérstök á þessu sinni, Hjörvar. Já. Þetta er, örugglega eins og steiktast að hinga til. Við erum byrjað að vinna með þema. Alltaf þema í flottilagkeppninni núna. Síðast var það íslensk lög. Og ég vann með laginu One Minus Zoo með Land og Sonum. Já, og það vann orginal með Sálnans Jónsmís. Já. Skrítið. Mjög skrítið. Já, það er mjögsta. En, flottilagkeppninni í dag, ég kann alltaf útskýra þetta er svo kjáralegt. Við ætlum að keppa í, það er vaxtaræktar mót alltaf páskana. Já, við höfum einu sinni farið nú í sammenning á svona mót. Já, og horta á þetta. Og við veltum fyrir okkur, hvaðan fá þeir, hugmyndina á lögun? Já, þeir eru alltaf með eitthvað svona lög undir þegar þeir eru að sína sér vöðana. Allir vel brúnir og greittir og flottir. Og flottilagkeppninni í dag gengur út á hvaða lag við Hjörvar myndum velja ef við verðum að keppa í vaxtarækt. Algjörlega. Og þannig að það er svona vaxtarækt að þema hjá okkur. Og en við náttúrulega það sem erum í útvarpi þá erum við ekkert að fara að halda neina vöðvasýningu hérna. En við getum samt svona útskýrt aðeins í byrjun lags hvað við erum að meina með lögunum. Já, mitt lag það verður bara að vera super dramatíst. Já. Eins og það sé bara ótrúlega sem að gesta á Íslandi að ég sé þarna á sundskýlunni fyrir framann fólk. Já, búin að skafa þig vel. Viltu byrja? Ég skal byrja þetta. Þú ætlar að byrja þetta? Ok, þannig að þú ert að útskýra hérna aðeins fyrir hlustundum okkur valdir þetta lag sem vaxtarækta lagið þitt og hvað þú værir að gera hverju sinni. Já. Við byrja hérna Hjörvar. Lagið heitir Amino Dorime, eða ekki? Jú, þetta er eitt af mínum uppáhaldslögum. Já. Hvað er að tala um? Hérna myndi ég labba inn. Þú ert að labba inn núna. Á sundskilinu. Ég var að spenna tvöfaldan bíceps núna. Og ég myndi gera allt mjög hægt. Já. Þetta verður svona, já, núna væri ég bara svona að fara rólega sviði að spenna. Gott lag. Hún er bara dramatíkinni. Já, það er allt vitlaust í salnum. Já. Hann er búin að útskipta hans fyrir okkur, við skulum hlusta að lagið hans. Þetta er þetta bara flott lag, ég verð að gefa þér það. Þetta var alltaf í klúbnum í ganlega þetta. Við þurfum að, þetta þarf að henda þessi sjónvarp, ég vil sjá þið bara taka your routine við þetta lag. Já. Það er flottilega keppnin og vaxtarækta þema og þetta var lagið hans Hjöppa. Mitt er, ég veit ekki ég er bara einu sinni fara að horta á vaxtarækt. Já. Og ég hugsa svona, mitt lag er grjóthart. Ég myndi labba mjög ákveðin. Ég veit nákvæmlega hvernig þú myndir pósa við þetta lag. Já, það? Já. Nú, ætlar þú að hjálpa mér líka hvernig ég var að pósa? Já, ég bara ekki ímyndað mér það. Ok, ég kem alltaf að labbandi inn og væri þetta svona. Já, ég þyrfti núna er ég svona röltinn, sköllóttur og flottur. Bara eins og kakóbolti. Og alltaf þar kemur. Og
svona og reyfi upp bíksipana. Og núna skipti ég stellingu, ég setti hnúan svona niður. En hinn hendin uppi. Þá ég að skipta stellingu, þú áttar á því. Þá það í ykkar höndum, kæru hlustendur. Þórið með flottara vaxtaræktalag hér fyrir pósuna sínar, ég eða Hjörvar. Já, mitt náttúrulega tölvöld dramatískara, sko. Já, sem að, þú ert að vinna með dramatík. Ég er ánægð með það. Og þetta er 5-11-09-57 og fyrstur upp í 5 atkvæði. Vinnur þessa keppni eins og alltaf og við skulum bara sjá hvað fólk hefur að segja. FM 95 Blöð, góðan daginn. Já, góðan dag. Góðan daginn. Ég gef Hjöppa atkvæði fyrir að velja að bora í nef. Bora í nef? Hann er að bora í nef. Já, þið myndir finnast flottir að hafa það undir í rútínunni, í vaktarækt. Það væri rosalegt. Já, ég er enda að vera þau, en ég var alveg til að sjá Hjöppa. Takk fyrir Ég samþykki það. Takk fyrir ekki. Ok, það er 1-0 fyrir Hjöppanum, fyrir bora í nef. FM, góðan daginn. Já, Hjöppi. Hæ, Hjöppi. Dramatíkin er að þú ert að vinna. Þetta er líka lag sem allir eiga einhverja minninga við, sko. Já. Annars, medium rare, eða? Hvað segir þið? Ertu medium rare? Nei. Nú, ok. Hvað veist hann á kallinu? Hvað veist hann? Nei. Nei, hvað ertu, vel dönna? Hvað segir þið? Ertu vel dönna? Já, frekar. Ok. En það er að koma helgi, þú verður medium rare helgina? Já. Gaman að heyri, vinnur? Já. Ok. Það er eitthvað sem segir mér þessi þekki ekki frasannas Valtís. Já, hæ. Hjöppi. Hjöppi, herru, hvað er að gerast þér? Ég ætti að vera með grótart lag. Ég er með krakkan á mínu bandi. Takk hérlega fyrir þetta. Stay in school. Já, don't use drugs. Herru, svo er það næsta 3-0, er ég ekki, er það Valtið í mér? FM, góðan daginn. Herru, ég var að gefa þér eitt stig hana. Já, ég fengi fyrir seil. En þetta er eins og þetta dulbúin keppni hjá ykkur. Nú? Þetta er augljóslega einhver svona kynlífslagakeppni. Nei, það er svona hvort með taka þetta á powerinu eða dramatík. Ég segi svona. Já, ok, þannig að bori nef, það var þá út ástfangin maður. Það er ekki meira svona. Þetta er bara tilkáta. Þetta er skemmtilegt. Já, þetta er vel gert þér. Herru, takk fyrir þetta, Önnur. Ok, það er 3-1. Já, komin að blað. Seil er grjótart lag, serðu þið ekki fyrir? Amen og... Seil! FM, góðan daginn. Nei, það er ekki svo. Herru, góðan daginn. Góðan dag. Hvort verður þú til að sjá? Eða heyra? Hæ? Hvort er ég til að sjá eða heyra? Já, þú veist, hvort lagi fannst þið betra? Já, sko, þú, Auðun, það er eitthvað ofspilaðasta lag sem hefur verið notað í fitness. Er það málið það? Já. Var ekki nú frumlegur? Nei. Var ekki mitt? Þið er tölvöld flottara, þannig þú farið að þetta sé... Að ég fæ samt atkvæði? Já, þú sett hjá öðrum hverjum artist sem að keppir. Nú, herru, ok, fíla upp, 3-2, þá er ég gerinn að hugsa eins og fitnessmaðurinn. Þú ert alltaf inn í bóksinu, sama hvað þú ert. Það er rétt. Herru, takk fyrir að ringja. Já, takk fyrir. Ok, það er 3-2, herru, ég er að læða startanaður, Hjöppi. Já. Fíla hann endur, FM. Góðan daginn. Góðan dag. Það er Auðun Blöndal sem farið að gæða mér. Já, komin í það er ekki spurning. Þetta er grjótart lag. Já, skalla turum, þetta lag, gerðu þetta betra. Súkulæðbolti, takk fyrir það. Það er 3-3 og við fáum hér FM, góðan daginn. Það er Ötti. Það er Ötti. Herði, ég var 4-0 undir, en Seil er að, já, 3-0 undir. En komið 4-3 yfir, takk hérlega. Takk fyrir. Ok, bye. Skulum sjá, það er þetta að tryggja sigur hér. FM 95 Blöð, góðan daginn. Herru, það er Auðun. Það er Auðun. Það er komið sjóka, Auðun, það var ömulegt, það er ekki uppið svolítið. Þetta er bannað, ég er búin að setja strikið í. Þetta er bannað. Akka, ég kella fyrir þetta, vinnur. Herri, já, 4-4 þá. Stay in school. Ég hef búin að taka hérna. FM, góðan daginn. Jó, góðan daginn. Góðan daginn. Hvað lagið var þetta? Ég ætla að gefa hérna þetta. Akka, ég kella fyrir þetta, Ljú. Komið með sigur. Það var lítið, ég er alveg ríkalegt lag sem hann auðvitað valdi. Ég er ánægð með Hjöppa, sko. Já. Þetta er 5-5 Hjöppi, þetta er jafntefli. Nei. Sem er jafntefli í dag. Takk kella fyrir þetta, vinnur. Hvaðan ertu að hringja á landinu? Herðu, Reykjavík. Reykjavík City. Hvar í Reykjavík? Ég er núna neri í Bryggju hverjunu. Hérna í Gráfinu. Er það ekki stórhættulegt hverfi? Það er nefnilega stórhættulegt gerðið. Maja sýsti var lengi þar. Farðu varlega. Í Guðanabænum farðu varlega. Farðu þú bara varlega, vinnur? Ok, ég geri það. Takk fyrir að hringja. Já, takk. Ok, það fór 5-5 í dag. Jafntefli, gaman að þessu. Mjög steikt tema. En hér eru strákandir í Coldplay með Viva la Vida. Og svo ætlum við að fá, Ingo Veðuguð hérna til okkar. Góða vinnu þáttar.
sömu og færð okkur hangover-myndirnar kemur partymynd ársins. FM 957 býður þér hérna ærslafullu og stórskemmtilegu mynd 21 and over. Where's my son? He's in bed, he's sleeping. Daginn áður en Jeff Chang á að taka lokaprófið í læknisfræðinni ákveða 2 bestu vinnur hans að koma honum á óvart og halda upp á 21 á afmælið hans. Þeir hefðu betur sleppt í. Yeah, so where are we? Jeff Chang, where do you live? That's not gonna work, you gotta shake him. Wake up! Sérstök FM 957 partysýning verður á myndinni 5. daginn 28. februar klukkan 22 í Smárabíó. Fylgstu með á FM og þú gæti fengið miða. Did we just kill Jeff Chang? Mið Ísland í samvinnu við Doritos og Bola kynnir uppistandsýninguna í kjallaranum. 2 tímar af hlátri og uppistandi í Þjóðleikhúskjallaranum. Miðasala á miði.is. Doritos, dúndrandi gott snakk. Hefurðu kynnt þér 1590 króna tilboð Dominos? Þú sækir stóra pítsu með 2 álagstegundum af eigin vali fyrir 1590 krónur. Pantaðu pítsuna með appi á dominos.is eða síma 58-12345. Dominos. Komið þér sæl blessuð, þetta Ingo hérna. Ég ekki með gítarinn á mér akkurat núna en ég með hann í kvöld. Hvar? Jú, á Austur, niður í bæ. Þar verður þvílík stemming, allir í stuði, endilega detti inn biðum nokkur óskalög. Viðugurni vera á kantinum með bassan og bongotrommunar. Sé eitthvað þar. Túborg kynnir kreppukvöld á Bar 11 í kvöld. Heimir Clemens og Dusty Miller koma fram. Bjór á 4,50 og skot á 4,50. Túborg og Bar 11 fyrir fólkið í landinu. Krónan hlaut fyrsta sæti í flokki matvöruverslana Íslensku ánægjuvogarinnar fyrir árið 2012. Krónan þakkar traustið því ykkar ánægja er okkar hagur. Krónan, fyrst og fremst ódýr. Er ekki tilvalið að smetla sér inn í helgina með Eurojackpot? Nú stefnir potturinn í 2.837 milljónir. Eurojackpot, föstudagur til fjár. Nú er góður dagur til að fylla á tankinn. Það er 8 króna afsláttur af eldsneytisgítranum á N1 allt land fyrir N1 korthafa. N1, meira í leið. Reggisveitin Oi Barasta halda tónleika á Hressó og mun leika ný lög í bland við lög af samnefndri plötu sinni sem kom út síðastliðið haust. Ekki missa af Oi Barasta á fríum tónleikum á Hressó föstudagskvöld klukkan 10:30 í boði Víking Léttöl. Sunnudjass á Faktori. Lifandi djass á Faktori öll sunnudagskvöld frá 9:30. Alltaf frítt inn. Sunnudjassinn slær á þinguna eins og enginn sé sunnudagurinn. Faktori, góðar stundir. Þú ert að hlusta á FM 95 blöð, á FM 957. Hversu gott er brúnt karamellu Nissa? Húðflúraði flóðhest hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtasmar á 1. Það er rétt, Perform.is eða ætla að koma ykkur í form það úti. Við sitjum hér, ég og Hjörvar Hafliðarsson og erum konum með góðan gest í stúdíóði. Við sitjum þetta 3, hann er mættur til okkar, hann Ingo Veðurguð, ekki fyrsta sinn og vonandi ekki síðasta sinn. En það, eins og ég sagði það, hann góðu vinnu þáttarins. Verður velkominn. Takk fyrir. Hvernig finnst þér þegar einhverju prakkar eins og ég kallaði Ingo Veðurguð? Svo er heldur góður. 2004 fannst mér að geðveitt, finnst ég. Mér finnst þetta ennþá að fyndið. Já. Þú er átt að benda okkur regla á þetta, við erum að ringja hérna sinni tíma. Þetta er mjög sterkt. Ingo Veðurguð. En hvernig hefur það annars Ingo Veðurguð? Bara þvílíkt fínt maður. Já, ég sé það er bara það skína þig. Hvað er þetta maður? Hvernig á ég að vera? Þvílíkt hress eins og þessu auglýsingarna. Þá var ég bara, hvernig átti ég að vera? Og ég að reyna að taka hana illa hress, af því ég lofa, það er miklu leiðilegri típa. Já, ég tók hana svona, ég bara venjulegum. Já, takk auglýsinguna, ekki bara fyrir okkur, heldur líka fyrir hlustendur, það er allir sem elska hana. Ok, ég ætla að segja nákvæmlega hvernig ég var, því ég mætti þessu auglýsingu. Ég mætti auglýsingu og ég ætla bara að vera venjulegur. Ég ætla ekki að vera yfirpeppaður og ekki fílu. En ég ætla að vera ég sjálfur, ég kom bara, sæl, þetta er Ingo hérna, ég er ekki með gítari núna, en ég verð með henni í kvöld. Og bara punktur, ekkert að flækja þetta. Ef ég er reynd að vera hress, bara krist hress, að því maður þarf að vera hress í alvörinni, þá hefði verið, sælablæsið, þetta er Ingo hérna, ég er að spila í kvöld á Austur, það eru þvílík stemming. Hljómar þetta eitthvað betur, eða? Þetta hljómar ömurlega. Nei, og það er alltaf eins og þeir hlakið til að spila. Það heyrist alveg ef maður er að feika það, sko. Hefðu drepið að vera með gítarinn með þér til dæmis? Hvað, ok. Já, þetta er Ingo hérna, ég er að spila í kvöld á Austur. Og það verður þvílík stemming. Þetta er gestalistin! Eitthvað svona undir? Já. Nærðanum. Þetta er gestalistin! Hvað syng ég svona?
með svona klemdum. Arda Grant er á honum, 80 öðrum konum. Já, bara þetta, að vera með smá úr gestalistanum eða eitthvað, eða Bahama, þetta er Ingo þetta, ég verð á Austur í kvöld, gerið nú kallinu smá greið og kikið, þú veist. Ég held að gæinn sem er í stúdíónu myndi setja þetta á bakvið, þú veist, að ég verði bara að lesa tótið. Svo kom allt í hennu kom út og stoppaði tónlist. Bahama. Og kitt á kaldan og eitthvað svona. Já, ég veit að maður. 5 í fötu, 1500 kall. Þetta er bara ekki mitt jobb að vera að búa til auglýsingar, sko. Nei, men við kenduðu það nú, hvernig á að gera það? Jú, nota hana bara næst. Já, það er í vinslu. Það er í vinslu. Kemur allt fram í ljós. En er þetta þá bara núna? Þetta var ekkert eitthvað 1.50, þú ert alla 50 bara austur? Við erum núna allavega veðugveitir að setja þetta í gang og reyna að ríða upp svona 50 stemmingu sem voru ólefur í gamla dag fyrir það sem mun eftir því. Það var alltaf pakkað hús og þvílík stemming. Ég fór held ég einu sinni. Já, Ólefur. Já, maður kíktur okkur. Já, einu sinni, 5 sinnum. Cirka. Það var góð stemming það, við ætlum að reyna að ríða það upp, allir fari bara að þonga og hafið þvílíkt gaman, sko. Í kvöld er Hreimur með okkur. Ok. Hreimur er heldur góður, sko. Hann er svona mínum að þetta er svona 77. besti lagahöfundur Íslands. 77. Já, er það rós? Já, mikið rós, ég er að tellja alla með. Þú veist, minnst Bubbi í fyrsta seti, Gummi Jóns í öðru seti, Maggi Eiríks í þriða seti. Þú ert fílað, þú ert búinn að spá í þessu. Já, ég er búinn að pæla í þessu. Svona sætin, bara hver er í fjórða? Hreimur í 7. Ég hef sett í 4. Ég hef raðað, þú veist, svolítið, ég hef svolítið sett Björn Jörund. Já, Björn, það er náttúrulega nýdönsk, það er svo rosalega lögum. Katalóg. Svo myndi ég segja Einar Bárðar, hann samdi myndir, farin með skím og gerir aðri betur. Myndir er betra lag en farin, finnst mér. Já, ég er eiginlega eldast betur. Já. Farin, það var að bara spila svo rosalega mikið á sínum tíma, það getið spilað inn í. Veistu hvað ár farin er? Farin, sko, ég þarf bara að tengja þetta við hvað ég gaf með, er þetta ekki 97? Ég myndi setja my balls undir þetta að vera 98. Myndir þú setja ekki balls undir? Það er rétt, já, Hjörður, þetta er 98. Já, ég var nú ekki langt frá það, 97. Nei. Þú ert báttið búinn að googla þetta. Nei, þetta var fyrsta sumarið mitt með bílpróf allt sumarið, sko. Já, þú náttúrulega færið bílpróf svo seint. Já, I'm young. Nú ert ungur. En hérna, hvernig er það, Ingo, þú ert að spila með svo 50, ég maður þegar var ólegur og það, þá var fólk ofta kallað óskáli, getur þú spila hvaða lag sem er? Ég get spilað öll svona venjuleg lög, eða allavega svona þekkt lög, sem allavega, já. En ekki eitthvað, þú veist, ef við til dæmis, þú sætir hérna, maður segir, ég ætla bara að kíka hvað er næsta lag hjá okkur. Já, ef ég sæti núna á Austur í kvöld, og sætir hérna með gítarinn, vel þungur á því, ógreitur, og ég myndi öskra... Ég er bara með krullur, sko. Skárnar sköllóttur. Ég myndi öskra, hey, scream and shout! Já. Með Britney og Will.i.am, getur það? Ég myndi örgulega að taka eitthvað svona, taka það fyrst, sko. Shout and let it all and shout. Og svo er allir byrjað að hoppa hana, maður myndi svona eiginlega feika, þú veist, þegar maður getur tekið taktinn. I wanna scream and shout. Já, þetta var vel gert. Þetta er svona sirka, skilur, maður getur tekið svona sirka. Það var þetta algjört bull, sko, en svona lög sem maður hefur heyrt. Já. Hefur þið aldrei dott í huga að taka lagið Piano Man og breyta í The Weatherman? Góð spurning. Sing us a song, you're the weatherman. Sing us a song tonight. And we're all in the mood for a melody. And you got us feeling alright. Wow, þvílík hugmynd. Já, en það sem ég var til í Hjörvar, við ætlum að fara í eitt lag. Sko, ég var svo til í, mannstu þú samtir á staðinu með John Johnson, Hot Coffee. Ég var til að heyra sem ég nýtt lag með Ingo núna. Á íslensku. Á íslensku. Britney Spears með Scream and Shout. Ég spurði mitt Ingo Viðugu hérna hvort hann geti spilað þetta og hann fór létt með það, strákurinn. En núna fyrir létt. Hvað segir þau? Fyrir létt með það núna. Ok. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. Saying yo, 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 yo. Saying oh, yo. You are now rocking with FM 95 Blue and Hjöppi, bitch. En talandi Hjörvar, þá fórum við í skemmtilegan leik við Hjöppi hér einu sinni. Og þá var Jón Jónsson hérna hjá okkur með gítarinn. Og Hjöppi samti lag, átt að semja lag á staðnum. Og gerði það listavel, lagi hér Hot Coffee, eða ekki? Jó, ég held að. Já, og ég ætla bara að henda þessari þraut. Þú þarft að, ég er aldrei að setja því í símaöt eða annað. Þannig ég er að spája að setja þau þrautin að semja aftur lag hérna á staðnum Ingo. Ok.
Hvort viltu að Ingo spili, hvernig vil ég vinna þetta? Viltu rólegt lag? Já, við skulum taka þetta þannig, við skulum gera sko ok, veljum fyrst rólegt eða upbeat. Nú, hvort þetta var? Hvort þetta er betur? Ok, viltu reggae, blues, rock, pop? Tökum svona pop. Poplag, ok. Svona farin hratt, Bahama hratt, eða hjá þér? Förum á farin hratt. Farin hratt, ok. Ok, ertu klár? Og ætlar að syngja á ensku eða íslensku, Hjörvar? Mér hefur sagt ég ætti að syngja á íslensku, ekki? Já, syngja á íslensku, ok. Þegar Facebook. Já, glæsilegt, ég verð að gefa það uppi. Já, þetta er listgrein hér. Þú þarft ekkert meira heldur en smá takt og þá bara ferðu af stað. Ég detti ekki út svona trans þegar ég fer að... Já, þú varst bara að koma aftur núna, þegar ekki? Ég er ennþá með gæsahúð, sko. Já, þetta er... Hvað þetta gott, eða? Það er geðveikt. Af því að það hefur ekki ennþá verið búið til neitt ástarlag þannig sem hefur gæst á Facebook. Nei, það er góðu punktur. Ert þú að vinna eitthvað með Facebook í nýju textanuðinum? Já, ég er að gera eitt svolítið svona sérstætt lag sem verður umdilt. Sem verður umdilt? Já. Hvað er það um Facebook? Já, fjallar um Facebook. Ertu að póka eða bóka á Facebook? Á Facebook? Já. Ég póka eiginlega alltaf tilbaka. Er það? Það er bara mest að svona almenn kurteisi. Nei, ágrís, mér finnst það. En það er samt hættulegt fyrir þig, ef að til dæmis einhver vinnustæðagrínari Ingo við ykkur besta bókan svo bókað þú tilbaka og stelpan veit ekkert og hún bókað undan sko. Ég hef alveg bókað gauðra líka tilbaka bara á allir. Já, þetta er meira svona fyrir þig svona, já, ég fyrir mér er pók meira þannig, því ég skil ekki alveg hvernig ég á að vinna með þetta, ég fæ pók, á ég þá að taka fyrsta skrefið? Ég hef oft velt þessu fyrir mig með pók. Ég er búin að bara líta á pók sem kurteisi, sem bara svona, blessaði gamli. Svona klappa bækið. Já, blessaði, þú ert standað. Já, og þú líka. Hvað skerða það? Já, það getur vel verið. En hvað er að frétta boltanum hjá Ingo? Þú ert svolítið svona Rod Stewart okkar Íslendinga. Já, einn daginn verði ég í stúkun á Selfoss að fagna því lítið. Já, grátandi. Ingo er mættur, hann er í stúkunni. Selfoss er að spila einhvern leikur. En Ingo, það er allir að vilja, náttúrulega búin að missa marga í Selfoss. Verður þú þar í sumar? Já, ég verður í Selfoss sumar, já. Ég vil ekki hetja það í þessum bæ að fara allir en Ingo er alltaf á sínum stað. Já, topp maður. Spilar í hálfleik líka. Já, fyrirleik og allt. En hvað er að missa? Já, þið fjalluðu síðast sumar. Já, við fjallum. Var það ekki bara því að þú fegst ekki að spila nú? Mér finnst það. Já. Ég var bara á bekknum allt sumarið. Já, byrjar sísonið frábærlega og svo bara henda bekkin. Já, ég sagði bara eftir svona 7 leiki, ef ég fær ekki að spila þess og myndi liðið falla, þá voru ég held í 7. seti. Ég fór ekkert inn á eftir það og svo fjall liðið. Það hlustaði enginn. Ég er bara að reyna að segja sannleikan. Ég er ekkert að segja, sko. En bróðinn... Pefið sjálf á minni, sko. Nei, ég var að heyra það, en bróðinn, hann er komin í atvinnum, sko, ekki? Já, hann er atvinnum. Er litli bróðinn betri en þú í fótbolta? Já, hann alltaf er betri en ég í dag, sko. Já. En ég samt hefur oft sagt að hann sé betri söngari en ég sé betri fótbolta, bara völdum okkur vittlösa leiðir, sko. Ég hef átt að vanda mig að vera í fótbolta og hann ætti að vera bara söngari. Hann er enda mjög góður í fótbolta. Hann er samt betri söngari en ég, sko. Hvert er hann kominn? Hann er í Sarpsborg í Noregi. Er hann þá orðin bæði betri en þú í fótbolta og betri söngari? Hann er allavega orðin betri en ég í fótbolta, sko. Hvað ert þú með á hann þá? Núna? Já, ef hann er betri söngari og betri í fótbolta. Ég er allavega myndalegri. Er það? Nei, hann er hávaksnar og myndalegri líka. En það er enda ekkert óalgengt að, þú veist, hann er náttúrulega nýrri típan, þú ert eldri típan. Já, hann er endurbættari. Hann er bara svona flottar útgáðan að þér. Áttu fleiri sískinni? Nei, við erum bara 2. En svona, já, jú, hann er umfjallega að rústa mér í dag. Þú ert hefnar í kössónum, eða ekki? Jú, ég er miklu hefnar í það. Hann er ekkert ekki silfurbóti. Nei, hann er ekkert ekki nálægt í einu sinni. Ég heit á 5 Ancient Gold í Borgarnes daginn. Hann setur kannski 200 kall í. Hann kann ekkert að spila. Nei. Og áttu það alltaf á hann. En við viljum að fara hér í örstuð skilabóð, kæru hlustendur. Og svo er það, sturla staðreyndir, veist það. Þetta komið svo óvart. Það er búið svo mikið að gera hjá okkur í dag, Heppi, að við höfum ekki enn komist í sturla staðreyndir. Má Ingo með lengur? Já, Ingo má sitja hérna með okkur, taka sturlaða staðreyndir. Ég elskar sturlaða staðreyndir. Já, hver elskar ekki sturlaða staðreyndir? Fáum auglýsingar og svo vindu okkur í þetta. Ekki spurning. Hver vill ekki klæðja vinnufélagana með glæsilegri thailenskri mataveislu frá Krúa Thai? Á hverjum 50. hjá Ingva Eistins drögum við út fyrirtæki vikunar sem fær mataveislu fyrir alltaf 10 manns frá Krúa Thai. Skráðu þig á samstarfsmenn þína til leiks á fm957.is og veislan gæti orðið ykkar. Þú verður ekki svikinn af thailenskri ævintýraferð frá snillingunum á Krúa Thai.
Galdraðu fram góðan rétt á stuttum tíma með Pastella, fersku pasta. Pastella, ferskt og fljótlegt. Komið öll sæl blessuð, þetta Ingo hérna. Ég ekki með gítarinn á mér akkurat núna en ég með hann í kvöld. Hvar? Jú, á Austur, niður í bæ. Þar voru þvílík stemming, allir í stuði, endilega dettiðin biðum nokkur óskalög. Viðugurni vera á kantinum með bassan og bongotrommunar. Sé eitthvað þar. Það eru útsölulok í Epic, Laugavegi 56. Allur Volcom og Nike snjóbretta og strítfatnaður á 40% afslætti. Erum að rýma fyrir nýjum vörum. Við erum Epic. Þið eruð Epic. Hvernig væri nú að hleypa smá spennu inn í helgina og spila í Eurojackpot? Nú stefnir potturinn í 2.837 milljónir. Eurojackpot. Föstudagur til fjár. Í Kringlunni færðu allt fyrir ferminguna. Fatnaðinn, gjafirnar, veitingarnar, skreytingarnar og margt fleira. Úrvalið er endalaust. Kringlan, opið til 9 í kvöld. Á föstudagskvöld mun reggisveitin Oi Barasta halda tónleika á Hressó og mun leika ný lög í bland við lög af sannendri plötu sinni sem kom út síðastliðið haust. Ekki missa af Oi Barasta á fríum tónleikum á Hressó föstudagskvöld klukkan 10:30 í boði Víking Léttöl. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Hversu gott er grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtarsmar á 1. Ötti Blö og Hjöppi K í FM 95 Blö. Well, it's time to start the show. Lost my heart and lost my soul. Now it's time that you won't know. Lost my mind and lost my goal. Ekki frá því að þetta sé flottasta lagið á stöðunni í dag. Maður heitir Nafngenning inn með Rudimental. Þetta er ekki flottasta lagið á... Mitt uppáls. Já, þetta er mitt. Þetta er fyrir okkur. Þitt Flowrider. Flowrider. Já, ég skal spila það fyrir í lokin. Veistu okkur þau? Það er út vinnu minn. Thank you, baby. Það heitir Let It Roll, eða ekki? Thank you, white boy. Thank you, white boy. Það er komið að sturlaðum staðrendum. Já, örugglega margir að nút og hugsa býta, sturlaða staðrendir núna, 26, en það er bara búið að vera svo mikið að vera hér hjá okkur strákunum, við höfum ekki komist í þér. Þannig að þeir eru heppin, þeir sem eru að hlusta núna. Og Hjörvar, þú tilbúin í Amazing Facts? Já. Ingo Viðugur, ertu tilbúin í sturlaða staðrendir? Já, ég klár. Getur þú nefnt mér, ég ætla bara að sjá hvað þú fylgjast vel með, getur þú nefnt mér einhverja sturlaða staðrend sem hefur einhvern tíma verið lesin upp í þættinum? Já, að beljur dreymir. Já, rétt. Og mörgæsir. Já, hvað með þær? Má það bara sturlaða staðrendiðin, mörgæsir? Já, þú ættir að botna þetta, ekki? Já, það er fáða bara einu svona ári. Já. Herðu, þá er komið að sturlaðum staðrendum og hér kemur fyrsta. Þú eyðir 25 árum á æviðinni sofandi. Já, það er bara starfræði. Já, þetta er ekki þetta, ég var ekki að reyna að láta ykkur hlæja eða eitthvað, þetta er bara staðrend. Já. Það er samt sorgleg staðrend. Já, þetta er svolítið mikið. Fyrir gæðin sem ég sem vil party all time, að missa 25 ára party eða sofa, sko. En svo er spurninga þegar maður eins og þú, you party hard, hvort að þú sért að sofa í 25 ára, þú ert örugglega að sofa í svona 23 bara eða ekki? Já, að því ég er að party það hard. Já, að því þú ert að party það hard. En Ingo, Viðugur, kemur ekkert óvart að þú sofi meira en 25 ára? Nei, bóttið. Ég er með 40 eða eitthvað. Ef ég verð 8 ára, þá er ég 40. Því ég er bóttið með 12 tíma á sólarhring. Ég sef alltaf svona 10 og svo legg ég mig kannski 2. Sefur þú 10 tíma á sólarhring? Ég fer að sofa kannski svona 2 eða eitthvað og vakna í hádeginu. Já, það er svolítið mikið. Já. Þú ert að bara venja það því. Já, það er rétt. Þú ert að vera eldri. Okay. Hér kemur næsta, já, þú lærir hér fyrir nýjum blöð. Ástæðan fyrir því, ég var með, þetta er svona follow-up hérna hjá mér, ég er að fylgja eftir sturlari starrend sem ég var með hérna í síðustu viku. Sturlari starrendi sem ég sagði í síðustu viku var að kíló af hvalsælu er metið á $5.000, er metin á $5.000, eða sko 650 skall fyrir 1 kíló af hvalsælu. Og ástæðan fyrir því, og þetta kom ekki fram síðast, er að hvalsæla er notuð í sígarettur. Þannig að ef þú reykir sígarettu, þá færðu eitthvað svona bland af hvalsælu og þess vegna er hún svona rosalega dýr. Hvað segir þetta? Ert þú á toppnum án tóbaks eins og Hjörvar? Já. Ingo? Já, ég. Aldrei reykt. Það er enginn hérna inni reykt. Nei, þú ert svona eini tóbaksþrællin hérna inni. Ég er hættur því. Er það hættur alveg? Já. Ok. Ég nota ekki tóbak lengur, en tók að stundum í vörun eins og fíbl og döðsjætti. Hér kemur þriðja, Bill Gates þénar $250 á sekundu.
32 skall á sekundu. Sen ég sagði þess að Sturla staðarindina komin í 96.000. 192. Já, þetta er ekki hægt, þetta er mikið. 98% af öllum dýrum, já, þetta fannst með mögnu staðarind. Hún er ekkert fyndin eða neitt, en hún er bara mögnuð. 98% af öllum dýrum, eða verum jarðar sem hafa verið uppi, eru útdauð. Wow. Já, það eru bara 2% eftir af öllum dýrum sem hafa verið uppi á jörðin. Hvað, risaðalur? Já, bara Neanderdalsmaðurinn. Cro-Magnon-maðurinn. Erum við Cro-Magnon-maðurinn? Byrjað að telja. Við erum homo sapiens, Jörgur. Við erum ekki Cro-Magnum. Ég er Cro-Magnum. Þetta á undan Neanderdals. Þú ert alveg rétt. Ég er þarna gæinn þarna sem er alveg beigður svo. Já. Það er órangútin, Hjörvar, Cro-Magnum, homo sapiens. Þannig að þetta er slatti, 98% maður. Þetta er flott hér. Já, takk. Svo kemur næsta. Verslunarfíkn er orðin viðurkennd fíkn og það er hægt að fara í meðferð til þess að losa sig við verslunarfíkn. Já, ég kaupi ekki allar þessar fíknir. Ekki? Þessi meira svona bara afsökun fyrir að skipta á sig. Já, fyrst þú kaupir hann ekki, þá ertu ekki með verslunarfíkn. Finnst það gaman að versla, Ingo? Nei, alls ekki. Drullulegilegt. Já, en ég hef samt alveg verið í kringum fólk sem er með verslunarfíkn. Verslunarfíkn? Ok. Shopaholic kallast þetta vist. Já, en þetta er ekki alveg sjúkdómur, sko. Ekki. Það er að taka 12 sporin bara á... Nei, ég meina, þú ferði í meðferð allavega. En ég veit ekki hvort þú standir þá... Ég er hægt að fara í meðferð við öllu. Eins og? Bara kynlífsfíkn til dæmis. Já. Það verður bara að hætta þessu bulli og slaka þess á. Það er hægt að fyrir meðferð. Ef þú ert kynlífsfíkil, þá getur ekki sagt bara, ég ætla að hætta þessu bulli. Þú ert fíkil, Hjörvar. Þetta er alltaf voða létt hjá þér allt. Já, lífið er leikur. Það er eins og, ég myndi bara segja við þig, þú ert með óðunæmi, þú ert með frjókornaónæmi. Ég myndi bara segja við þig, hættu bara sér væli. Nei, þetta er fáránleg samlíking, því að þetta, ég ætla ekki eins og að byrja. Þetta fram. Það er, já, þetta fannst mér svolítið merkilegt. Þetta bara minnir á mafíu. Það er hakkaragengi sem að borðar og gerir nánast allt frítt í skiptum fyrir að rústa ekki tölvukerfi fyrirtæki. Þannig að það er bara svona mafía, þeir hafa bara samband og það voru nokkuð fyrirtæki en það Papa John's Pizza og eitthvað sem var nefnt, sko. Þeir bara hafa samband og bara, herruðu, hérna, við erum að fara að borða frítt hjá þér. Nei, það er ekki þetta. Nei, ok. Næsta sem þú veist, þá bara tippi á tölvuskjánum hefur, eða eitthvað. Þannig að þú þarft að taka þátt í þessu rugli. Annars bara getur ekki stundar viðskipti. Þetta er svona nett mafía. Og þeir var samt ekkert nafnæm. Þetta er svona einhvað gengið að núti. Ég væri alveg til í það, verður svona það góður á tölvu, ég geti bara getið og gert allt frítt. Ég veit gæði í skólanum sem getur farið inn á hvaða Facebook sem er. Já, það hræði mig þegar þú segir. Nei, hann segir að það sé bara, það er ekkert mál. Hann segir, gef mér bara smá tíma, ég skal fara inn á hvaða Facebook sem er. Það er bara óþægilegt. Er ekki hellingur á Facebookinu þínu yngur sem þú vilt ekkert að sjá, veist það? Hellingur, bara svona 95% af því sem er að næsta. Beljur mjólka meira þegar það er hlusta á tónlist. Sturlu staðreynd. Það er eitthvað algjör kjaftaði, sko. Okkur? Bara, hvað mennur þau? Mjólka meira að hlusta tónlist. Það eru náttúrulega bara spendýr eins og aðri. Ok, gerist það þá með konur kannski líka að þau eru á brjóst eða gefa brjóst? Það kemur örgulega meira í mjólka en það líður vel. Segir sér sjálft, Ingo. Það var þetta bara veljiðun, það var þetta ekki bara hlusta tónlist. Já, bara beljun líður vel þegar það er hlusta tónlist. Þetta er ótrúlega. Þú veit nú bara taka gítarinn í eitthvað gott fjós og rukka fyrir það. Herru, svo er það næsta, fyrsta SMS-ið. Ok, þetta er hérna smá, ég ætla að vera smá spurningu fyrir ykkur. Hvaða ár myndi giska á fyrsta SMS-ið að vera sendt úr? Ok, ég ætla að koma með það hérna. Ég ætla að segja að það að vera 1988. Hvað segir þú, Ingo? Ég segi þetta að vera 1996. Nei. Þeir voru samt jafnlangt frá því, þetta var 1992. Og SMS-ið, í þessu SMS-ið stóð Gleðileg jól. Eða Merry Christmas. Já, ok, þegar sko ég marðan pappi kett sér sko GSM sím á Speed tilbúði. Það var á Speed tilbúði. Það var að bíómyndin Speed var frumsýnd. Og samlega því var hérna eitthvað tilbúð á Ericsson símum. Já, þú gæst ekkert samt SMS strax þegar farsmennu komið, sko. Ég held að var ekki messages feature á þeim. Ég þekki það ekki alveg. Við hefum 2 sturlaða staðreyndir eftir, svo er það lagið á leiðinni heim, kæru lustendur. Hér er næst síðasta. Meðal kona notar 11.400 túrtappa yfir æfina. Æ, við skulum ekki ræða þannig. Ekki? Hefur við ræðað þetta eins? Nei, ég veit ekki hvað ég tók þetta með, sorry. Svo er það síðasta hérna. Ekki það, þetta er ekkert feimnismálsa sem þetta er bara... Já, þú veist,
noti ekki allar konur túrtama, þú sýstu innan og þú veist allar. Jú, býttu hvað það að reyna hérna? Nei, ég bara segja, þú veist, þetta er bara partur af lífinu. Sjálfsög, og ég var bara að segja töluna, 11.400. Takk fyrir þetta. Ok, svo er það síðasta sturlaða staðreynd dagsins. 1 af hverjum 4 hefur komið fyrir eða sést í sjónvarpi. Já. 1 af hverjum 4. Já, 1 af hverjum 4. Það er alveg miklu fleiri á Íslandi, ég held að við sem að sko... Já, þannig er ég að miða við Bandaríkin, sko, þannig að ætla að segja ekki bara annað hver maður á Íslandi hefur sést í sjónvarpinu. 8 af hverjum 10 á Íslandi. Og ég hefur að miða við Bandaríkin, þá hafa svo 70 milljónir í Bandaríkin, 80 milljónir sést í sjónvarpi. Þú veit, þetta er góður starf. Getur það verið? Já. Jú. Hvað er það, 1 af hverjum? Hvað heldur þú sé margir? 1 af hverjum 4, næstu 100 milljónir Bandaríkjamanna hafa sést í sjónvarpi. Já. Veistu hvað? Nei, er ekki Bandaríkin 300 milljónir? Jú, ég segi það, þá eru það 90 miljón manns, 85 miljón. En þú er átt af því að það er ekkert bara stöð 2 skjár 1 og RÚV þar, sko. Það eru aðeins fleiri stöðar líka. Já, ok, bara einhverju sjónvarpi. Bara komið í sjónvarpinu, bara á Kapal eða... Bara ég tek fjölskyldumyndband og hendi í... Nei, Ingo, hættu þú ert betur en þetta. Er einhver Íslendingur sem þið þekki, sem er eldri en 25 ára, sem aldrei hefur komið í sjónvarpi? Hvað segirðu, sem hefur aldrei komið fram í sjónvarpi? Einhver sem ég þekki? Já, ekki einhverjum... Ég er ekkert þessum að pappi mín hafi komið... Jú, ég held að pappi... Mamma mín er ábúinlega eina af fáum sem hefur aldrei verið í sjónvarpi. Mamma M5-in? Já, hún er bara ekkert mikið fyrir að trúða sig eitthvað. Nei, ok. Það er bara flott hjá henni. Hún var eins og sonurinn. Nei, ég meina, það hefur allir einhvern veginn verið að Hemmi Gunn að taka upp eitthvað þátt eða það er alltaf verið að reykast. Líka þeir sem eru, eins og í spurningaþættinum þeir sem eru í salnum þar, stundum er rent svo yfir salin, þar tikka bara 80-90 manns. Þú sér líka til þess bara eins og í 70 mínútum á sínum tíma, fali myndaðil eða götuspjall eða eitthvað, þú vildir ekkert verið í sjónvarpi en þú komst. Það var ekki litlu kvartanenda sem fengu þar maður. Þegar það voru með götuspjalli, það var martur alltaf okkur með einasta degi. Herru, ég sást í einhverju viðbjóðslið þarna hjá ykkur aðan, vil ég taka mig út? Það var reglulega. Þetta voru sturlaða staðreyndir, hver var best? Ingo, þú ert gestur hérna hjá okkur. Hvað sturlaða staðreind fannst þið best í dag? Mér fannst eiginlega áhugavert af 1 af hverjum 4, kannski 90 miljón bandaríkjamenn hefur verið í sjónvarpinu. Þetta er magna. Túrtaparnir. Já, þú hefði mjög gaman að þeim. Skemmtilegt. Við ætlum að fara hérna í lagi á leiðinu heim og við erum búin að gera mikið grín að vissum hvað er síðasta lagið? Fyrsti lagi á leiðinu heim. Við erum búin að ræða matsölustað sem er að opna hér á Íslandi sem held ég hafi ekki farið fram hjá neinum. Ég kemur ekki óvart þessi fyrsta fréttin og eftir að hann sé að opna. Hann heitir Lemon. Lagi á leiðinu heim heitir eins og Lemon Tree. I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder, I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder. Það hef ég ekki heyrt nafnið Fúlsgarðin oft. Þetta var lagi á leiðinu heim. Talandi ártöl, hvað erum við að tala hérna? Þannig erum við að tala Svipað og Farin. Við erum að tala 98. Ég heldur að lag hafi verið á Pottet 98, þetta lag. 98? Sama disk og Farin var Space Queen. Mér líður eins og þetta síðan 96. Varst að googla það? Nei, googlaði það bara, tjekka það. Hvað heitir þetta? Þetta heitir Lemon Tree. Á þetta? Já, og ég myndi segja þetta sé sama á Farin, 98. Lemon Tree. Það er jafnvel One Hit Wonder, en gæinn sem samt þetta er samt núna með... Hvað er þetta? Lemon Tree með Fúlsgarðin? Já, Fúlsgarðin. En það er komið að lokum hér hjá okkur í dag, FM 95 Blö, hveður þennan 5. daginn? 95. 95, ok, engin með þetta rétt. Ég var næstur í. Já, það var engin með þetta rétt. Ég var næstur í. En engin með þetta? I win. Nei. Herru, yes, herru. Hvernig getur þú sagt I win? Það var engin með þetta rétt. It was released though, í worldwide, and major international hit in 1996. Victory for the K-Man. Gefið út 95. Which was released in 1995 and became a major international hit. Við þakkum kella fyrir hlustununa, vonandi það er gaman að. Við verðum mættir hér á morgun við eiginlega 2 harðir. Ingo Veðuguð á Austur í kvöld, hvet alla til að kíkja á strákinn. Hann verður þar með gítarinn, þó hann sé ekki með gítarinn núna í auglýsingunni. Nennu að taka hana fyrir okkur og næsta góð, takk hana fyrir. Já, sælblöðs, þetta er Ingo hérna.
Ég verð á Austur í kvöld með gítar, ég reyndar ekki með gítari núna en ég verð með hann á Austur í kvöld. Þetta svo gott. Við höfum hvernig verð á kantinum með bassan og bongodróminar. Sé eitthvað þar í dúndurstuði. Því vissi snillingur. Við þakkum fyrir hlustunina, Hjöppi, takk fyrir daginn. Fæ óskalagi í lókin. Þú færð óskalagi í lókin. Takk vel á þetta Rikki, hann mættur hérna í stúdíóð, við ætlum að enda þetta á Let It Roll fyrir Hjöppa. Flowrider. Þetta ekki það flott lag. Þetta geðveikt lag. Okay. Settu á. Smáralind færðu allt fyrir ferminguna. Gjafirnar, fötin, skartið, hanskana, kertin, servétturnar, sálmabókina og allt hitt. Sjáumst Smáralind. Það eru útsölulok í Epic, Laugavegi 56. Allur Volcom og Nike snjóbretta og strítfatnaður á 40% afslætti. Erum að rýma fyrir nýjum vörum. Við erum Epic. Þið eruð Epic. Frá þeim sömu og færð okkur hangover kemur partymynd ársins 21 and over. Get down immediately. What are you doing, sir? I think he's getting... Drepfyndin mynd sem við ekki missa af sín 1. mars. Happy Hour á Lebowski Bar alla daga vikunar, milli 16 og 19. Lebowski Bar. FM 95 blö á FM 957. Hversu gott er blátt hrísgrjónunissa? Temdu apa hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og perform.is Holtarsmár á 1.